Hæ, Kristján heiti ég. Þetta er framhald af fyrra vídeo áttunda kafla sem heitir samfélag. Í fyrra vídeónu vorum við fjalla þróun samfélag eftir framleiðsluháttum sem er mjög næs að þróa. Og svo núna fer ég aðeins yfir í hvað gerir hvaða þjóð, þá samfélag, þjóðríki, þjóðarbrot, svo hnattvæðingu og hvernig það er svona ólíkir hugsunarskólar, school of thought eins og við tala afstæðishyggja og þjóðhverfi hugsunarháttur. Meðan samfélagi er bara fólk sem deilir skipulögu rými saman, ég meina, og það þarf ekki eins og vera efnisleiti rými, skilju. Það er til net samfélög, skilju. Það var eitthvað samfélag á Reddit eða eitthvað, þú veist, setið ykkar dæmi inn í sjálfskoðun. Þjóð er hins vegar þegar fólk er búin að dvelja á einhverju svæði saman og það er búin að læra einhverja menningu til þess að komast á þessu svæði. Það er það sem menningin gerir, hún hjálpar okkur að komast á einhverju svæði, að læra að gera hlutina á ákveðinn hátt sem að við getum síðan mótað, kennt næstu kynslóð sem að lagar til og mótar og svona. Og þjóðin er þá hópur fólk sem að deilir svona menningu sem hvernig á að komast af ákveðnu svæði, og allt gott með það, það er fólki finnst mjög mikilvægt að tilheyra þjóð og ég finn ekki þá tilfinningu sjálfur, en það er kannski út að ég hef alltaf bara verið á Íslandi, þannig að ég hef engan samanburð, skilur. En þetta er mörgu fólki mjög mikilvægt og allt í góðu með það, skilur. Þjóðarbrot er þá sem sagt þegar það er fleiri en ein þjóð á sama svæði, þá er það þjóðarbrot, og þjóðarbrot er yfirleitt tala þann sem er í minni hluta í einhverju samfélagi, þannig að ef það er einhver önnur stærri þjóð meðal þessari þjóða, þá er þjóðarbrotið þá minni hlutahópur og þau eru náttúrulega með ólíka menningu til þess að gera hluti og svona, og fólk mannfólkið hefur svona tilhneigingu til þess að svona vilja allir fylgi hjörðinni og svona haldi sig innan í einhver svona mainstreams, þannig að þegar fólki er með annars konar menningu og svona, þá á fólk til maður bregðast svolítið illa við því, ég er ekki að segja þau ég er rétt að því, þau gera svolítið, þú þarft að leggja því svolítið á að vera fordómalaus og þetta er eitt af þeim sem þú þarft að passa á, og þá eru sérstaklega eins og Íslandi er náttúrulega bara, við erum bara eyja út í bala, ég meina annars staðar eins og í Evrópu og svona, fullt af þjóðum sem eru utan í hvert öðru og svona, og sumar þjóðir eru náttúrulega, þú veist kannski fleiri en ein þjóð sem er á okkar að sama stað, skilur, þetta er eins og Palestína var með Palestínu fólk og með Jordana og fleiri, skilur, og þau eru þá eru þá nokkur þjóðarbrot á sama svæði, landsvæði sem kallaðist Palestína, og þá komum við að það sem er þjóðríki. Þjóðríki er eiginlega hugtak sem er ekkert rosalega gamalt í sögunni, en þá það náði svona hápunkti eftir seinni heimsstyrjöldina, og í seinni heimsstyrjöldina var allar að reyna að sigra alla og drepa og tóndveginn og leiðindi spyrja sögukennarinn eitthvað nánar út í það, ég hef ekki tíma fyrir það, en þá eftir seinni heimsstyrjöldina þá var alltaf bara ok, þetta er komið í rugl, skilur, nú þurfum við bara að slappa þess af og bara leyfa fólki að vera sitt fólk, skilur, þannig að þá fær fólk, þá komið eitthvað svona alþjóðlega reglur að þú færð ákveðið svæði sem þú varst með áður fyrr og færð að hafa áfram og það eru þín landamæri og aðrir þurfa að fá leyfi til þess að vera á ykkar svæði, skilur, og þá þarf að fylgja reglur sem að sú þjóð og því svæði setur, skilur, og það er mjög næs út í að þá eru svo alþjóðlegu réttindi, þú er alþjóðlegan stuðning, ég meina við á Íslandi, við gætum ekki gert neinu neitt, skilur við, en ef einhver ætla að taka yfir okkar landsvæði, þá getum við sagt, nei,
þetta mitt svæði og ég á þetta og þú veist, ef að sú þjóð myndi hugsa bara, já, hvað ætlar að gera í því? Þá segjum við, ég klaga í vini mína og þú veist, þá koma alþjóðasamfélagi og þau segja, hei, nei, þú mátt ekki, þetta er þeirra svæði, þetta er í reglunum, skilur, þú mátt ekki taka svæði og þá erum við bara, eitthvað svona, þú veist, nei, þetta er mitt svæði og þannig að við erum, þú veist, það er mjög næs að vera þjóðríki, skilur, við vorum ekki þjóðríki fyrir seinni heimsstyrjöldina, við tilheyrum náttúrulega bara Dönum, skilur. En já, það sækjast flest allar þjóður eftir því að verða þjóðríki til þess að geta fengið þessi réttindi og út af því að það er stundum illa komið fram við þau sem þjóðarbrot, sko. Ég hef til dæmis ég hef ekki heyrt að samar sé að berjast fyrir að fá að verða eigið þjóðríki, þjóði á Finnlandi og Svíþjóð norðarlega. Ég hugsaði að sé svona slett sama en þau vilja svona halda í sína síð og hafa svona ákveðna sjálfstjórn og svona sem þau náttúrulega held ég fá bara að hafa en svo alls konar fólk eins og Kúrdar hafa verið að berjast fyrir eigin þjóðríki í rosalega lang tíma og það allir ógeðslega vondi við Kúrda í Sýrlandi og í Tyrklandi og svona og það er bara nei, að búið að taka frá þetta svæði þú tilheyrir þá bara minni þjóð ef það er að vera hérna, skilur. Þannig að það er mjög gott að vera þjóðríki, sko. Jæja. Nú sem sagt sko, þetta við erum nútíma og alþjóðavætt samfélag og heimurinn það mestallur, sko. Og sem þýðir að heimurinn fyrir smækkandi út af því að öll samskipti, allar fjarlægðir eru farnar. Ég get gert hvað sem hvar sem hvenær sem nice. Þú veist ekki, ég geti verið núna einhvers staðar á Mali að taka upp þetta vídeó, skilur. Ég það ekki, en það var gaman að ímynda sér það. Allan sem þýðir að það til að við erum líka öll að blanda saman, skilur við, þannig að við erum öll að verða svona samkrulli og skiljanlega, ég meina ekkert í kringum mig íslenskt í þeim skilningi, tölvan sem ég að nota, fötur sem ég í og þú veist, allt, það sem ég fyrir að borða að einhver leiti á íslenskt en samt í minni hluta íslenskt, skilur nema ég fá mig bara skyr eitthvað. En dósirnar eru undir skyrinu og vantarlega ekkert framleitt í Indlandi, sko. Þannig að allan þú veist, þetta er kostur óneitanlega, ekki myndu vilja vera á þessar hluta, vera að lifa bara á fiski og lambakjöti og deyja því í hvert skipti sem að kemur eldgos og eitthvað svona vesen, skilur. Það er mjög næs að hafa allan aðgang og við erum allt inni rosalega merkileg öðru fólki, þú veist, alþjóðasamfélagi veit hver við erum, tekum mark á skoðunum okkar að einhverju leyti, skilur, allan miklu meira en þau þyrft að gera, skilur, við erum bara blettur við erum ögn á heimsmælikvarðanum, skilur. En allan en það líka þá sameiginleg vandamál sem koma fyrir og svona, við erum orðin svo samtengda ef að eitthvað vandamáli einhver annari þjóð hefur áhrif á okkur, saman hvort það sé alþjóða viðskipti eða einhverjir stríðir sem takmarkanir eða mengun eða og þess vegna erum við sem hnöttur sem við þurfum að takast á alls konar vandamál. Við lögum ekki hnattræna hlýnun með því að hver sé að gera það í sínu horni, það er sameiginlegt átak, sko. Allan út af því að menningar eru að blandast alltaf svona saman, þá eru tvenns konar, sko, áhrifa sem sem sagt svona hugsunarskólar eða school of thought. Það sem sagt þá þjóðhverfu hugsunarhátttur og afstæðishyggja, sko. Afstæðishyggja svona, segir að það ekki mitt að dæma síðannara út í að you do you og hver, þú veist, hvað segir að mín menning sé réttmætt og ekki, sko. Þjóðhverfu hugsunarhátttur segir hins vegar jú, það til réttasta leiðin til þess að gera hlutina. Það vill bara svo hefðilega til að það er hjá mér sem að verið að gera það réttast, sko. Þannig að það er eiginlega enginn sem er algjörlega öðrum megin, skilur. Það var einstaklega þjóðhverfur ungu maður á mótmælum á Austurvelli, mótmæla globalisma sem hnattvæðing
og öll þessu innflötu fólki sem að byggja á húsinu okkar og vinna fyrir okkur við erum að loka landamenn, þeir eru lokað, við erum að eiga allan, sorry, ég ætla ekki að fara að rífast við mannin hérna núna, svo var hann í Manchester United Ball sem alþjóðavæddasta fótboltafélag í heimi, það í ensku deildinni í Englandi það er rosalega litla tengingu við Ísland, skilur þannig að þú veist maður einhvers staðar þarna á milli, skilur ég til dæmis mjög afstæðishyggju ég rosalega hrifinn af mat, ég sérstaklega asískum mat, bæði japanskum og indverskum og svona, ég er ekkert rosalega fjölmenningarlegur grilla, ég þarf að kynnast fleiri menningum, allana það er afstæðishyggja, skilur og ég er ekkert að dæma að fólk fyrir að taka sér siesta þar í Suður-Evrópu, skilur minnst þetta bara fínt og skemmtilegt að fólk gerir hlutina á ólíkan átt annars staðar. Ég er hins vegar með svolítið þjóðhverfinu hugsanátt að ég persónulega, þið þurfi ekki að vera er á móti umskurði þú veist, barna þú veist, og bæði stúlkna og drengja, sko, verra reynda stúlkna en ég er á móti bæði, skilur óþarf að vera að skera í kynfærin á bönnunum, skilur það er þjóðhverju hugsaðáttur, ég er að segja nei, við skerum ekki í kynfærin á bönnunum hérna, þannig að ég er á móti því að þið gera það er rangt, þið eigi ekki gera það þú veist ég er náttúrulega del með að rétt fyrir mér en þú veist já, það er samt þjóðhverft af mér, sko svo fer þetta út í kannski svolítið, þú veist þú veist, þetta er list að geta tekið að bæða besta af báðu, skilur en við þurfum náttúrulega að hugsa bara svolítið vel hvort annað og hugsa okkur sjálf á saman tíma það er alltaf svona ákveðin flóki við mannskepnuna, við erum alltaf 21, við erum einstaklingsskepnur og við erum hópdýr, við erum afstæðishyggju, við erum þjóðgur, við þurfum að finna rétt að leiða gegnum þetta bæði, sko en já, herru nóg þetta í bili tjá